Sæl veriði og verið velkomin í Flugusmiðjuna. Ívar hér. Í þetta skipti þá ætla ég að nýta svona flugu fyrir ykkur sem er svona míkróútgáfa af flugunni Haugur sem er eftir Sigurð Héðinn. Og við erum nú búin að nýta þessa flugu áður hérna á Rásinni en þá í fullum skrúða og í fullri stærð á laxatvíkrækju. Þetta er á hinn bóginn krókur númer 16, tvíkrækja. Pínulítil og ég nota sem sé í þessa flugu svona flúor ljómaðan tvinna kemur vel út í hausinn á að vera sem sé rauður í henni en ég stelst til þess að nota flúor ljómaðan að gefa flugun ákveðin svip. Þráðurinn sem við erum að nota, þessi flúor ljómaði þráður, þetta er sem sé frötin tvinni, Mikael frötin sem sé svona fire eða flúor appelsínugulur og svo erum við að nota í búkinn á flugunni erum við að nota perlu tinsel sem kemur hérna á, festum því niður hérna nokkuð þétt og vefjum tvinnanum svo hérna fram og þetta er fluga sem við erum að passa okkur dálítið á að hvað við notum mikið að tvinna í. Þetta tvinni 8.0 ég var í gjarnan til ég að hafa hann í 10.0 til dæmis eða 12.0 upp á pláss og svoleiðis. Tinselið sem ég er að nota er sem sé UTC tinsel en það má náttúrulega nota alls konar perlu tinsel, bara það sem ég til. Uni eða hvað það er, heitir allt lagartóni eða hvað sem er. Svo vefjum við perlu tinselinu yfir búkinn á flugunni og þá kemur þessi appelsínuguli litur nokkuð skemmtilega í gegn. Og að því þetta er svona míkrófluga þá verðum við að passa okkur dálítið mikið að nota ekki of mikið að tvinna. Þess að við tökum 3 snúninga til að herða þetta og það er eiginlega algjört max. Að því við eigum eftir að setja skegg á fluguna. Við eigum eftir að setja væng á hana og við eigum eftir að setja hitt og þetta. Skeggið á fluguna er blár hani. Við passum okkur að taka ekki of mikið af hananum einfallega því þetta er svona míkró. En notum okkur snúningsvæsinn og þá er allt í lagi að blái haninn komi hérna, sjáum við svona. Það festum honum lauslega hérna niður með 2 slögum og svo drögum við í sem sé drögum við fjöðrina til svona þangað til hún sáttu við henni í þessari stöðu hérna. Núna er hann föst hérna, alveg pikkföst. Þá trimmum við þetta í burtu. Það er, ég veit ekki neitt, þetta er dálítið challenge að hnýta svona smátt. En æfingin skapar að sjálfsögðu meistarinn í þessu og nú sjáum við, nú stendur aðeins að fjöðrinni hérna fram í öngul auga þannig að við myndum reyna að ýta henni svona aftur eða draga pínulítið í henni að það er hægt. Annars er þetta, sleppur þetta alveg til svona. Skeggið er alveg fullgilt eins og það er. Við notum blátt svona kristallflasabú eða þetta heitir kristallflasabú. Í vænginn á henni og ég kýs að nota ekki nema því þetta er lítil fluga, nota ekki nema bara eina rönd. Þetta er eins og við átt að skrifa verkefni í lögfræðinni þá sögðu kennararnir stundum less is more sko. Þannig að því minna af einhverjum krúsidúlu því herri einhvern færðu. Við myndum láta þessi stytta þetta niður svona í þessa lengd og svo kemur yfir þetta sem sé svartur íkorni sem ég er búinn að klippa til hérna sirka lengdina, hann er hér og við þurfum að mæla lengdina á honum, hún er því sirka, já, þetta og þá tökum við hann saman svona og það eru örugglega einhverjir ánægðir með þessa flugu hjá mér upp á hversu passlega dressuð hún er alls ekki ofdressuð, hún er dálítið löngu skeggi en ég er að vinna þetta er mynd sem ég fékk að utan frá félaga mínum sem að nýta þessa flugu út í Noregi dálítið, nota hana þar með fínum árangri.
En þetta sem sé, já, míkróútgáfur af laxaflugunum virðast vera ekkert síðri heldur en þessar flugur í fullri stærð, og sérstaklega ef það er lítið vatn, sem að geti nú orðið núna næsta sumar, vegna þess að það er ekki mikill snjór upp á hálendi með í venjulegu ári. Þá festum við þessu, sjáum við niður hérna svona, þéttingsfast og öngulaugað laust hérna. Við sjáum hvernig hún lúkkar ágætlega. Þessi hérna líka, þetta er þessi svona míkróhaugar sem ég verið að leika mér að nýta. Þá er ekkert annað eftir nema bara í rauninni hnútur, og við verum að fara varlega í hnútinn, að gera ekki of stóran haus á þetta. Við náum að gera hann hérna einfaldan, alltaf að bæta við einu í viðbót, en það má ekki vera meira en það. Upp á hún sé bara ekki með vatnsöfuð, blessuð flugan. Þá klippum við þetta hérna burtu, alveg uppið. Svona. Og svo er ekkert annað eftir en að skella henni í sólbað í UVF lakki. Svo þetta aðeins út hérna, þannig sjáum hvað hann gera betur. Þá er ég að nota sem sé uppáhaldið mitt í þessu sem er Solaris Bone Cure, sem er bara next generation í rauninni svona lakki sko á fluguhausa. Og lökkuð hérna allan hringinn, það er að vera ekki fyrir myndavélinni. Puttan á mér, svona. Og svo skellum við á þetta smá UV-fljósu og þá er flugan klár. Þarf ekki að vera flókið. Og þið sjáu sem sé, þetta er UV-reflective, bæði tvinnin sem ég nota og svo bláa fjörinn aðeins, þannig að það kemur alveg ágætlega út. Og þá er flugan bara klár. Míkróhaugur eftir hann Sigurð hérna, stóru vinn minn, Sigurð Héðinn. Mælið með að ég geti kíkt í búðina hjá honum, flott búð hjá honum, hérna er á Rauðarárstíg. En ég þakka ykkur bara kærlega fyrir áhorfið, og þið megið endilega gera subscribe á rásinu, setja like á rásinu og deila vídeónum. Og við sjáumst hress og kát í næsta vídeói. Takk fyrir.